Ég hef alveg gríðarlega gaman af því að lesa og það fátt sem hefur gefið mér meiri gleði í lífinu heldur en lestur og ég held að það sé fátt sem hafi gert mér meira gagn í lífinu heldur en lestur. Mér finnst gaman að lesa til þess að taka inn upplýsingar og til þess að taka inn hughrif. Mér finnst rosalega gaman að lesa og detta inn í ímyndarheiminn í hausnum á mér og myndskreyta í huganum og það bara virkar svo hressandi á heilann og sálina. Ég les allar tegundir af bókum. Það engin ein tegund bókmennta sem að mér líkar betur en önnur. Ég hef tekið svona dellur í gegnum tíðina. Á tímabili las ég alveg rosalega mikið sakamálasögum, las bara sakamálasögur, síðan hætti ég því. Það fer svolítið eftir í hvar áhugasviðið liggur hverju sinni, hvað ég að lesa og ég hef vanið mig á alls konar sérkennilega lestrarvenjur. Ég les til dæmis mjög gjarnan 3-4 bækur í einu eftir því hvar ég er og sumar bækur eru svona langtímaverkefni og þá tek ég mér bara góðan tíma. Ég til dæmis las Biblíuna. Það tók mig 1,5 ár og ég las ekkert í henni á hverjum degi. Þetta mjallaðist áfram, tók svona skorpur og mér finnst alveg rosalega gott að lesa í baði. Það fer ekki vel með bækur en vegna þess að gufan úr baðinu, hún fer bara ekki vel með bækur, það verpast allar og verða ljótar en ég get ekki neitað mér það. Í seinni tíð ég farin að lesa meira og meira í spjaldtölvu, svona rafbækur, þannig að það þægilegra í baði, en ég get legið í baði í kannski 4 klukkutíma, bara lesið. Já, ég á mér uppáhaldsbók. Ég á mér margar uppáhaldsbækur. Það eru nokkrar bækur sem hafa svona sérstakt tilfinningalegt gildi fyrir mér og vegna þess að það eru bækur sem eru annarkvort svo óstjórnlega góðar að þær láta mann ekki ósnortinn eða þá að ég hef lesið þær þegar ég var unglingur, þegar ég var svona og kringum og upp úr fermingu og hafa fylgt mér alltaf síðan. Og það sérstaklega ein bók sem að ég fékk í fermingargjöf sem að mér fannst alveg gríðarlega ómerkileg fermingargjöf og var alveg harðákveðinn í að skipta henni en ég gerði það ekki. Og það bókin veginn eftir Lao Tse með formála eftir Halldór Laxness og hann segir í formálanum sannleikurinn ekki í bókum, ekki einu sinni í góðum bókum
heldur sannleikurinn í fólki sem hefur gott hjartalag. En þessa bók á ég og hef lesið hana mörg þúsund sinnum og hún er mín uppáhaldsbók. Ég mundi líklega segja að uppáhalds skáldsagnapersónan mín sé Góðidáttin Sveig eftir Jaroslav Hasek. Það er líka bók sem að ég las þegar ég var 14-15 ára og hef lesið oft síðan og ég bara elska Góðidáttin Sveig. Hann er án efa mín uppáhalds skáldsagnapersóna í bók. Uppáhalds raunverulega persónan mín í bók er Þórbergur Þórðarson. Góðidáttin Sveig. Já, ég hef lesið mikið af ótrúlega leiðinlegum bókum. Á tímabilum í lífi mínu þá hef ég verið haldinn lestrarfíkn. Ég verð að lesa, ég verð að fá bók, ég verð að hafa bók í hendinni þegar ég fer í bað, þegar ég fer á klósettið, þegar ég fer að sofa. Ég verð að hafa bók. Og stundum hef ég verið haldinn, bara illa haldinn af lestrarfíkn og hef lesið ótrúlega leiðinlegar bækur bara til að lesa eitthvað og stundum hefur það gerst að ég hef lesið einhverja bók vegna þess að allir voru að segja að hún væri algjörlega stórkostleg bók sem þú verður að lesa og leiðinlegasta bók sem að ég hef á ævinni lesið er Biblían.